Þá býð ég ykkur velkomin til fundar, það eru mættir allir aðalmenn. Við göngum til, áður en við göngum til fyrirliggjandi dagskrár að þá ætlar sveitarstjóri að fara yfir helstu atriði á milli funda, að gera svo vel Ágúst. Já, takk fyrir Oddviti. Það nú ýmislegt sem á dagan hefur drifið frá því við hittumst síðast í sveitarstjórn. Það er þessi fullskipaði sveitarstjórn. Byggðarráðið hefur auðvitað haldið á þessu í sumar. Það er nú kannski svona úr framkvæmda geiranum hjá okkur sem er heilmikill pakki, að þá er kannski helst að frétta að leikskóladeild á Laugalandi, hún er komin í gang. Ný leikskóladeild þar sem við fórum af stað með 1. september eins og áætlanir stóðu til og gengur bara ágætlega. Það er reyndar ekki alveg búið að klára allt sem á ættir að gera, en það var hægt að skipuleggja þetta þannig að það var hægt að opna deildina og þetta gengur bara ágætlega. Nú síðan er á Laugalandi verið að vinna í viðhaldsmálum. Það er þarna svokallaður bókasafnsgangur sem þurfti að taka til hendinni í, sem við vissum ekki alveg hvað þurfti að gera mikið með og þurfti að gera meira heldur en við heldum náttúrulega. Og síðan er verið í utanhús viðhaldi, það er eitt horn á húsinu sérstaklega sem er orðið mjög lúið og við að vinna í því. Og síðan er með Heklukot, það er að segja hinn leikskólan okkar hérna á Hellu, og þá er þau verkefni sem þar voru í gangi nánast búin. Það er svona eftir aðeins frágangur utanhús, en að öðru leyti eru þeim framkvæmdur lokið. Nú síðan gervigrassvellinir, það kemur reynda betur fram hérna seinna á fundinum, en því verkefni er líka lokið og bara mjög fínt. Malbikun gatna, það hefur nú gengið svona, eigum að segja, sæmilega í sumar. Það er vegna þess að það er þensla í þjóðfélaginu okkar og það er ekki alltaf einfalt að fá fólk til að vinna á þeim tímum sem maður óskar. Það á bæði við iðnaðarmenn og ekki síður í malbikunarbransanum, þannig að það er svona, við hefðum gjarna viljað vera komin lengra með það, en í það mesta þá erum við búin að malbika allar götur þessar nýju götur í Öldukverfinu nýja og mála þar líka stærsta hluta, það er að segja merkingar. En síðan eru plön 2 hér sem við ætluðum að fara í líka, sem er ekki byrjað á að neinu gagni, en byrja núna næstu dögum. Það er plan við skólan, bílastæði sem við höfum lengi ætlað að klára, og eins við íþróttahúsið eða við sparkvöllin, þar sem við ætlum að malbika líka. En það er sem sé að vonandi verður meira frétt af því á næsta fundi. Því að sjálfsagt verðum við nú ekki með þetta veður alveg fram að jólum, og það stái ágætlega núna. Hins vegar er aðeins eftir í gatnaviðgerðum sem okkur vonandi tekst að klára líka núna í september, og þannig að það sé komið í lag fyrir veturinn, haustið. Nú, ljósleiðaraverkefninu er lokið og eins og fólk hefur kannski tekið eftir og þar vorum við sveitarstjórnin með framkvæmda aðilum að staðfesta það að framkvæmdum væri lokið, og allir sem þess hafa óskað eiga verið orðnir tengdir í kerfinu. Þetta gengur bara ljómandi vel og mikil viðbrigði víða með þessar tengingar. Hins vegar að þá á eftir að fá heildaryfirlit yfir niðurstöðuna, rekstrarlega niðurstöðu og kostnað og slíkt. En við erum að vinna í því á fullu og stefnum að því að fyrir næsta sveitarstjórnarfund þá er hægt að leggja fram svona loka yfirlit í þessu. Nú, það er mjög fréttnæmt auðvitað að það er hafin borun upp á Laugalandi eftir heitu vatni, og maður fylgist með því spenntur auðvitað. Þar er verið að vonast til þess að ná hærra hitastigi. Það eru 93 gráður sem
menn vilja gjarna komast upp í 100, það er svolítið nóg vatn en það vantar meiri hita og þarna á að bora 1800 metra djúpa hólu sem með mjög öflugum bor sem þeir segja mér sem að standa að þessu að ég ekkert að geta staðið í veginum fyrir og þetta bara á áætlun og þeir sjá fyrir sér næstu 4-6 vikur í þessu. En auðvitað, nú ef allt gengur eftir og þannig er það sem að menn að leita að, þá getum við reiknað með því að þetta sé komið í gagnið eftir 1 ár, eitthvað svoleiðis. Þannig að við vonum það besta. Nú síðan má nefna það að það er núna auðvitað verið að ýta í gang öllu svona nefndastarfi aftur eftir sumarfrí og mikið af fundum framöndan núna í september, stjórnir í byggðasamlögum og nefndirnar að funda. Nú erum við að hefja fjárhagsáætlun næsta árs, aldrei friður í því, það tekur alltaf, það er endalaus vinna við þetta og verið að ýta því í gang. Þannig að stjórnirnar í byggðasamlögunum munu fjalla það örugglega í þessum mánuði. Það er svona á síðustu dögum þessar mánaðar eru áætlaðir margir fundir og byggðaráðið komið með þetta af stað. Nú síðan er þetta að nefna það að skólastarfið komið á fullt eftir sumarið og fer vel af stað og gaman að nefna það að það var sameiginlegur starfsdagur í Odda byggðarsamlagi þar sem allir skólarnir okkar eru. Það sem var mjög góð þátttaka og góður andi. Og þannig að það er bara tilhlökkunarefni að fara inn í veturinn með skólana. Nú síðan eru þetta smalamennskur. Nú er verið að smala afrétti okkar og stefnir í réttir næstu helgi á Reyðarvatnsréttir og síðan í næstu viku í Áfangagili. Þannig að það er bara allt á fullu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ágúst. Þá vindum við okkur í dagskrána. Það er fyrsti liður skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra, 117. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin öruleyti staðfest. Og að venju þá les ég yfir þessa liði sem eru margir, betur fer, mikið að vera og því gerir mér aðvart en annars lítið svo á að afgreiðslan sé samþykkt samhljóða. Það er 1.1. Maríuvellir, landskipti. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar samþykkt samhljóða. 1.2. Oddhóll, landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.3. Hagi 2, landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.4. Nakkholt, stækkun lóðar, landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformu landskipti. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.5. Stóruvellir, landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformu landskipti. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.6. Minnahof, landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við landskiptin en vill vekja athygli á að áformuð uppbygging samræmist ekki gildandi aðalskipulagi. Áformað deiliskipulags svæðisins getur því lent í uppnámi nema breyting og aðalskipi nái fram að ganga. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.7. Dinnskálar.
10, 18 og 20. Landskipti, samruni lóða. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1-9. Brekkur 2. Deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Umsögn hefur borist frá Minjastofnun eftir leiðréttingu. Ekki eru gerðar frekari athugasemdir en minnt á að láta Minjastofnun vita ef fornleifar finnast við framkvæmdir. Skipulagsnefnd telur því að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1-10. Kaldakinn og Klettótt deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Umsögn hefur borist frá Minjastofnun eftir leiðréttingu. Ekki eru gerðar frekari athugasemdir en minnt á að láta Minjastofnun vita ef fornleifar finnast við framkvæmdir. Skipulagsnefnd telur því að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1-11. Þjóðvegsvegi 1 deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Umsögn hefur borist frá Minjastofnun eftir leiðréttingu. Ekki eru gerðar frekari athugasemdir en minnt á að láta Minjastofnun vita ef fornleifar finnast við framkvæmdir. Tenging inn á landveginn hefur verið færð til suðurs að beiðni Vegagerðarinnar. Skipulagsnefnd telur því að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1-12. Hólar deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Umsögn hefur borist frá Minjastofnun eftir leiðréttingu. Ekki eru gerðar frekari athugasemdir en minnt á að láta Minjastofnun vita ef fornleifar finnast við framkvæmdir. Skipulagsnefnd telur því að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1-13. Ægisíða 1 lóð 4 deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1-14. Galtarholt deiliskipulag bújarðar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Horfið var frá borun eftir vatni og ákveðið að tengjast við vatnsveitu sveitarfélagsins. Skipulagsnefnd telur því að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1-15. Svæði sunnan Suðurlandsvegar deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Nefndin telur ekki þörf á frekari málsmeðferð. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1-16. Meiritunga 1 deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Felldar voru út íbúðalóðir til að koma til móts við athugasemdir stofnunarinnar. Skipulagsnefnd telur því að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Nefndin telur ekki þörf á frekari málsmeðferð. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1-17. Lóðir við Gaddstaði vestan Hróarslækjar. Breyting á landnotkun. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Nefndin leggur til að allar lóðir vestan við veginn verði felldar úr frístundanotkun í aðalskipulagi ásamt fyrstu lóð austan megin.
Gaddstaðir 1. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.18. Hólsbakki, breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að umrædd lóð Hólsbakki verði tekin úr frístundanotkun í aðalskipulagi og gerð að landbúnaðarsvæði að nýju. Skipulagsfulltrúa verði falið að koma þeirri breytingu inn í endurskoðun aðalskipulags sem í gangi. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.19. Árbæjahellir, þjónustusvæði vestan Árbæjavegar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd fjallaði athugasemdir Skipulagsstofnunar. Settir hafa verið fram skýrari skipulagsskilmálar varðandi staðsetningu og stærð bygginga. Bætt hefur verið inn í ákvæðum varðandi gerð og tegundir gistiþjónustu og byggingaheimildir minnkaðar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og send Skipulagsstofnun. Nefndin telur ekki þörf á frekari málsmeðferð. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.20. Árbæjahellir, land 2 deiliskipulag, þjónustusvæðis vestan Árbæjavegar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Nefndin fjallaði framkomnar athugasemdir stofnunarinnar. Byggingareitur hefur verið minnkaður og byggingarheimildir minnkaðar úr 2000 fermetrum í 1300 fermetra, fjöldi húsa takmarkaður, gistirými skilgreind, gerð grein fyrir flokkun og tegund gistaðar, fornminjar eru sýndar á uppdrætti. Skipulagsnefnd telur því að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Nefndin telur ekki þörf á frekari málsmeðferð. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Þá er það liður 2. Hálendisnefnd 7. fundur vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin öðru leyti staðfest. Það er tekið út 7. liður úr fundargerðinni hjá Hálendisnefnd þar sem fram kemur að Hálendisnefnd fór í skoðunarferð svæðið vegna Iceland All Travel Rally 2017. Það liggja fyrir jákvæðar umsagnar frá umræddum aðilum. Nefndin telur því ekki ástæðu til að banna keppni á þessum leiðum og uppfylltum eftirfarandi skilyrðum. 1. Eingöngu skal ekið eftir merktum leiðum keppninnar. 2. Algerlega skal komið í veg fyrir utanvegaakstur með merkingum sem auðvelt verði að fjarlægja að keppni lokinni. 3. Allt rask skal afmáð og gengið frá svæðum í uppruna mynd. 4. Keppnishaldari skal sjá að keppendur og starfsfólk fari svæðið með gát og skilji ekki eftir sig óþarfa rask og óþrifnað. 5. Gert er ráð fyrir því að farið verði í eftirlitsferð að keppni lokinni og lagt mat á aðstæður frágang eftir keppnina. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun Hálendisnefndar. Lengur taka til máls þessa tillögu. Svo er ekki í þessum að geta samþykkt geðmerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. 3. Fjallskilanefnd Rangárvallarafréttar 50 fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. 4. Stjórn Suðurlandsvegar 1-3 EHF 31. fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 5. Tilnefning fulltrúa á aðalfund SAS og HES. Tilnefning 4 fulltrúa á aðalfund SAS, 4 fulltrúa á aðalfund HES auk varamanna.
Aðalfundur SAS og HES verður haldinn á Selfossi 19.–20. október 2017. Tillaga er að tilnefna Þorgils Torfa Jónsson, Ágúst Sigurðsson, Ingvar Karl Jónsson og Margréti Hörpu Guðsteinsdóttur á aðalfund SAS. Tillaga að Sólrún Helga Guðmundsdóttir, Heimir Hafsteinsson, Sigdís Oddsdóttir og Steindór Tómasson verði varamenn. Tillaga er að tilnefna Þorgils Torfa Jónsson, Sólrúnu Helgu Guðmundsdóttur, Ingvar Karl Jónsson og Sigdísi Oddsdóttur á aðalfund HES. Til vara Heimir Hafsteinsson, Ágúst Sigurðsson, Margréti Hörpu Guðsteinsdóttur og Steindór Tómasson. Orðið lausnartillögu. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt hana gefimerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Yfirlit fasteigna á söluskrá Rangárþings ytra. Uppfært yfirlit fasteigna Rangárþings ytra sem á söluskrá. Lagðar fram upplýsingar eignir sem á söluskrá hjá fasteignasala en eingöngu er þar að ræða sumarhúsalóðir. Tillaga er að gefa færi á tilboðum í eignina á Trúvangi 31 á þeim forsendum að sveitarfélagið hyggst koma sér upp nýjum hagkvæmum félagslegum íbúðum. Orðið lausnartillögu. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefimerki. Tillagan er samþykkt í samhljóða. Liður 7. Samráðsfundur Ásarhrepps og Rangárþings ytra. Minnispunktar frá samráðsfundi vorið 2017. Minnispunktar frá fundinum lagðir fram til kynningar. Einnig lögð fram til kynningar bókun frá 48. fundi Ásarhrepps þar sem veltir upp þeirri hugmynd hvort möguleg einföldun og hagræðing geti hlotist af því að skipta upp þeim eignum sem í eigu húsakynna BS og viðhald sameiginlegra eigna yrði hjá sveitarfélögunum. Það tillaga með sveitarstjórn Rangárþings ytra taki vel í þessa tillögu og leggur til að oddvitum og sveitarstjórum verði í samráði við endurskoðendur sveitarfélagsins verði falið að leggja fram tillögu að aðgerðaráætlun á næsta sveitarstjórnarfundi. Orðið lausnartillögu. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefimerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. 8. Erindi og fyrirspurnir frá álista. Fyrirspurnir varðandi geymslusvæði, móttökuáætlun og gervigras. Það er 8.1. Það hljóðar fyrirspurnir svo: hver er heildarkostnaður við staðsetningu á geymslusvæðinu á Hellu og hver er nýting svæðisins? Viljið þið fylgja þessu eftir? Svo er ekki. Það er svar sem er samantekið af sveitarstjóra sem hljóðar svo: nýtingi fer vaxandi en auk sveitarfélagsins sjálfs þá eru það sérstakir eigendur gáma og bifreiða sem sýna þessu áhuga. Nú eru komnar 10 gámaeiningar en meira væntanlegt. Kostnaður vegna geymslusvæðisins féll aðallega til á árinu 2016 eða 2.915.000. Gamalt efni var endurnýtt í girðingu og kostnaður því að stærstum hluta vinna. Kostnaður vegna myndavélar og rafmagns fellur til á þessu ári en nýtist fyrir gámaplanið einnig og rúmast innan fjárhagsáætlunar þar. Orðið laust þetta. Enginn kveður sér ljós. Þá förum við í 8.2. Það er spurning frá álista: hver er staða móttökuáætlunar fyrir nýja íbúa sveitarfélagsins Rangárþings ytra? Og það er svar frá sveitarstjóra: móttökuáætlun íbúa, málnúmer 15.06.17. Málun er ekki lokið en vinnuhópur undir forystu Eiríks Sigurðssonar að störfum. Viljið þið ræða þetta frekar? Ingvar Karl, gjörðu svo vel. Já,
vinnuhópur höfum við skipað eitthvað í hann eða þetta skrifstofu vinnuhópur? Ágúst Gjörsvöld. Já, þetta bara innan hús vinnuhópur. Ég var að finna hverju var í honum. En það er frá skrifstofunni, frá skólunum, frá félagsþjónustunni og svona bara okkar stofnunum sem í mann réttu 5 sem hafa verið að hittast út af þessu. En þetta er eitthvað sem það bara klára. Akkurat. Takk fyrir þetta. Þá förum við í 8.3. Það er spurning frá Holista: hvernig gengur að leggja nýtt gervigras og sparkvelli sveitarfélagsins og hver er heildarkostnaður verksins? Og það er svar frá sveitarstjóra: verkinu er lokið. Kostnaður var 4.900.888 krónur með vaski eða virðisauka við hvorn völl sig eða samtals 9.801.776 krónur með virðisauka. Heildarkostnaður Rangárþings ytra að frádreginni kostnaðarþátttöku Ásahrepps í vellinum á Laugalandi er þá 8.196.735. Áætlun Rangárþings ytra gerði ráð fyrir 10 milljónir króna. Við ræðum þetta frekar, svo er ekki. Áfram í lið 9. Vegir í Rangárþingi ytra. Yfirlit yfir ástand vega í Rangárþingi. Tillaga er að láta framkvæma vegaúttekt í sveitarfélaginu í samvinnu við nágranna í Rangárþingi eystra. Kostnaður við verkið er áætlaður 250.000 krónur með virðisauka á hvort sveitarfélag. Kostnaður færist á umferðar- og samgöngumál. Orðið er laust þessi tillögu. Engin kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt hana geðmerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 10. SAS 522. stjórnarfundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. 11. Sorpstöð Rangárvallasýslu. 189. stjórnarfundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. Þá er að liður 12. Strandarvöllur EHF ársreikningur 2016. Hún er lagður fram til kynningar. Liður 13. Samgönguþing 2017. Lagt fram til kynningar. Liður 14. Skipulagsdagurinn 2017. Dagskrá skipulagsdagsins 15. september 2017. Lögð fram til kynningar. Ágúst Gjörsvöld. Já, ég bara vekja athygli á því að þarna er stór hluti dagskránar sem snýr að mögulegu miðhálendis þjóðgarði sem er auðvitað stórt mál og þannig að þetta er áhugaverð dagskrá og varðar okkur heilmikið. Sem við þurfum að fylgja með, tek undir það og við vorum einmitt á fundi á Hvolsvelli með umhverfisráðherra vegna hugmynda þetta. En Margrét Herbergisvöld. Má bara spyrja, fer einhver af okkar fulltrúum eða fer einhver frá okkar sveitarfélagi á þennan fund, skipulagsdag? Ágúst. Já, ég er allan búinn að skrá mig. Þannig að ég held að það sé nauðsynlegt bara. Gott. Ég held að væri gott bara sem flestir færu segir sér fært að fara. Sveitarstjórnarfólk og skipulagsnefndarfólk. Ímælalaust. En fleira er ekki á dagskrá. Dagskráin tæmd. Að lokinni yfirferð yfir fundargerð og undirskrift á henni, þá segi ég fundi slitið og þakka fyrir góða fund.